Halló? Heyriði, þetta hérna bara Guinness að taka 1, rare bit. Hæ, verið velkomin í soð, eða já, Guinness soð getum við kannski kallað það. Ég einn en Guinness með í liði og að færa ykkur þennan þátt, en það þetta samstarf okkar á milli, svo það fer ekki á milli mála. Anywho, sko, ég fór eitthvað að hugsa, hvað á ég að gera? Bara fyrsta hugmyndin, þegar þessi hvalur kom á mínu fjöru, þá hugsaði ég með mér rabbit eða rare bit sem venjulega kallað velst rare bit, en þetta svona írskt take á því, en það notaðir Guinness í rabbitið. Þeir segja svona einhvern veginn rabbit, einhvern veginn, en þú veist, það samt bara rare bit. Á ég ekki bara að fara að tella í hvað í þessu? Ég held það. Jú. Heyrðu, það hérna hveiti. Heyrðu, ég held að hveitið hafi sprengt peruna. Bíða þess. Ok, ég redda þessu. Heyrðu, það hveiti, Worcestershire sósa, pipar, brestsinnep, salt, smjör, cheddarostur, brauðleif og stjörnu þáttarins, fyrir utan mig, Guinness. Þetta alltaf sumt. Bittur og hvernig ætla ég að gera þetta? Já, ég ætla að byrja byrja að búa til rú. Herðu, spurning hvort ég hiti ofnin. Já, bara slatti hita, 230 yfirhiti, svolítið smjör og svolítið hveiti, svona eitthvað. Þurfum að hræra, annars brennur þetta við. Þurfum aðeins að ná smá liti á hveitið. Brest sinnep. Það svo næs kryddbragð að finna. Sjá ekki hvað þetta fallegur litur. Smá salt, smá pipar, en þá tökum við gamaldags cheddar, bara svona lítið í einu, af því annars gætu osturinn að splittast og við viljum það ekki. En það hægt að nota hvað ost sem en mér finnst eldri ostar passa aðeins betur, gáta eða skólaost eða eitthvað svona, þú veist, það alltaf í lagi, það gefur teyjuna og allt þetta, en þá vantar umamið sem í svona eldri ostum. Þetta alveg að koma heim á saman. Sjáu þetta. Ég held að þetta sé að koma. Á að setja meira ost. Það sakar ekki. Ég ætla að setja meira ost. Ég held að þetta sé komið. Sjáu þetta. Komið. Nú þurfum við að láta þetta kólna. Og svo þurfum við að koma tilbaka þegar þetta er orðið kalt. Þá ætla ég að setja brauð og inn í ofn og borða svo. Herri, nú er komið svona, þú veist, aðeins meiri textúr á þetta. Þannig að það er aðeins auðveldara að smyrja þetta á brauð. Það sem við gerum núna er að taka brauð og skera þykka snitt. Svona þykka. Smjör. Þetta sko engin hollustur réttur Kristins neitt sko, alveg bara langt í frá. Meira kannski svona þingur réttur Kristins. Við ætlum að fá smá lit á brauðið. Það alveg komið litur. Það alveg nauðsynlegt að það sé bara svona gullinbrúnn litur, þannig að það sé pínu stökkt. En það má líka ekki vera of þunn sneið, af því að þú þarft líka mýktina sem inni í brauðinu. Það stökkt, mjúkt,
stökkt og svo kemur lag af þessari ostasósu sem ég var að brasa hana. Herrið, liturinn. Sirka svona á meðan ætlum við að smyrja brauðið með ostasósunum. Vá, ég laka til. Ok. Ó, já. Inn í ofn, yfirhiti, bara hárhiti og fá sósuna til þess að bubla þar. Færi ykkur þaðan yfir á ofnin. Fylgist þið með. Það er sem málið. Ok, ég held að þetta sé til. Svo segja skurungar að maður er að gera svona. Veit ekki hvað þetta gerir samt. Worcestershire sósan. Skella meiru yfir. Svona. Og svo bara býði svona 35 mínútur þangað til þetta kólnar og borða svo. Nei, ok, ekki 35 mínútur en svona býða smá þannig að kjafturinn fari ekki í rugl. En ég get ekki beðið. Heyrið þetta? Ég lofa þér, það hellir glas. Ég sko kann ekkert að hella Guinness í glas. Veit ekki, kannski að Guinness skurungar muni dæma mig. Hún er allavega ekki hræðileg. Langar hann bara kannski að þakka ykkur fyrir. Það verða 4 þættir af þessu í þessari Guinness röð sem er líklegast Guinness World Record yfir hversu margir þættir hafa verið gerðir fyrir Guinness á Íslandi. Þannig að fylgjast með í kosmosunum. Það er ábyggilega eitthvað svona Guinness.is eða eitthvað svona sem þið getið séð þetta allt saman ásamt uppskriftunum og öllu þessu. Ég segi bara skál og sjáumst í næsta þætti. Það verður bara stuð.